Við höldum á línuveiðar við strönd Íslands. Aldir hafa menn veitt fisk á færi og línan eins konar framlenging á færinu þar sem margir önglar eru festir á og beitt með smokkfiski, loðnu eða annarri beitu, jafnvel gervibeitu. Þistilfjörðurinn hefur verið matarkista Norður-Þingeyinga aldir, en sú veröld sem við sjáum hér hefur flestum verið hulin. Hér krökkt af þorski. Þorskurinn falleg skepna í sínu náttúrulega umhverfi. Ekki spillir fjölskrúðugur þaraskógurinn fyrir. Hér þorskurinn á heimavelli, enda líklegt að helstu fæðutegundir hans sé að finna í þaraskóginum, krabbadýr, sandkrabba, orma og lindýr. Jamt á með þorskinum og þaranum, hvorugt nema svipur hjá sjón þegar það komið upp í veröld okkar, upp úr veröld sjávarins. Krossfiskarnir róta sér ekki, enda hægfara, og þorskurinn hefur heldur engan áhuga á þeim. Við sjáum vel skeggið eða hökuþráðinn sem áberandi á þorskinum. Hér línan tilbúin með beitunni í balanum og svo sjáum við hana í sjónum. En við erum hér á veiðum og skimum í kringum okkur í þessum bláleita óra geimi. Þar línan látin liggja í nokkra klukkutíma. Jafnvel þótt þessi heimur sem býr undir yfirborðinu sé okkur mannfólkinu að miklu leyti hulinn, þá hefur mönnum tekist að þróa línuna í áranna rás og enn hún að þróast eins og við sjáum í þessari mynd. Oft narta þorskarnir í beituna og einhver líkara en sumir hreinlega komist upp á lag með að éta beituna án þess að festast. Þorskar eru kannski misgáfaðir eins og mannfólkið. Nýjasta gerðin af krókum þorskinum skeinuhættari en eldri gerðir og áætla menn að 10. hver þorskur sem losnað hefði af eldri krókum festist í þeim nýju og það munar minna ef hægt að auka veiðina 10%. Hér þó greinilega búið að stela af mörgum krókum. Snyrtilega gert. En ekki eru allir eins heppnir. Þessi slapp, en bitinn varð eftir. Línan sérlega hentugt veiðarfæri við Ísland, þar sem víða eru hraun á hafsbotni og erfitt eða ómögulegt að nota önnur veiðarfæri. Eitt eðlisávísun og annað ályktunargáfa. Þorskarnir hér átta sig greinilega ekki á því að félagi þeirra sé í háska staddur. Þeir eru sallarólegir að sjá. En félaginn sleppur. Hinir skynja enga hættu og óðara reynir annar við agnið. Og sá þriðji. Skyldi þessi festast á önglinu. Hann japlar á, en virðist ekki átta sig strax á því að agnið sé fast í spottanum.